þekkja prjón og í gamla daga voru það bara gamlar konur sem prjónuðu. En í dag er heimurinn breyttur og prjón af öllu tagi er orðið vel sýnilegt á tískupöllum allan heim. Prjónið er í tísku og búið að vera það lengi. En byrjum á byrjuninni. Hvað er prjón? Þegar við prjónum erum við að búa til efni sem byrjar á því að þráður er snúin í lykkju. Inn í lykkjuna kemur svo önnur lykkja og inn í þá lykkju kemur svo önnur lykkja. Og svo koll af kolli. Lykkjurnar tvinnast saman og mynda efni sem er annarkvort slétt eða munstrað, langt, stutt, þykkt, þunnt, hvítt, svart, marglitað, alls konar. Til að prjóna þurfum við prjóna. Oftast 2 en stundum fleiri. Við sækjum þráðinn með hægri prjóni í gegnum lykkjuna sem situr á vinstri prjóni. Þessu verður til ný lykkja á hægri prjóninum. Þegar allar lykkjurnar eru komnar af öðrum prjóninum yfir á hinn er orðin til ný umferð. Hver umferð er visst margar lykkjur og svona höldum við áfram þangað til umferðirnar eru orðnarins margar og uppskriftin segir til eða vissum fjölda sentimetra náð. En passið ykkur á einu, 10 lykkjur er ekki það sama og 10 lykkjur. Grófleikinn, stærðin, þykktin, lengdin og allt það fyrir eftir ýmsu. Útkoman veltur á því hvað prjónarnir eru stórir, hvað garnið er þykkt og hvort við prjónum laust eða fast. Þegar við prjónum eftir uppskrift viljum við að flíkin eða hluturinn sem við erum að prjóna verði jafn stór og uppskriftin segir til Til að vita þetta fyrir víst notum við það sem kallað er prjónfesta. Prjónfestan segir okkur hversu margar lykkjur eiga að vera í prjónuðum bút sem er 10 cm á hæð og 10 cm á breidd. Ef við byrjum að prjóna og sjáum síðan að það eru of margar lykkjur og 10 cm miðað við uppskriftina verður stykkið of lítið og þá þurfum við að nota grófari prjóna. Þegar við prjónum munstur notum við munsturteikningu sem er teiknuð á rúðustrikaðan grunn þar sem ein rúða jafngildir einni lykkju, ein lárétt röð samsvarar einni umferð í prjóninu. Munsturteikning er lesin neðan frá og upp, þar að segja í sömu átt og við prjónum. Inn í rúðunum eru síðan tákn sem eru útskýrð í uppskriftinni. Prjónarnir sjálfir geta verið af ýmsu tagi. Bandprjónar eru 2 langir prjónar með hnúð á endanum. Svona prjóna notum við til að prjóna einfalt stykki fram og tilbaka, til dæmis trefil eða sjal. Sokkaprjónar eru 5 prjónar í setti með oddi á báðum endum. Þeir eru notaðir til að prjóna smærri stykki í hring, til dæmis sokka eða vettlinga, ermar eða hálsmál og peysu eða annað álíka. Hringprjónar gera það sama og sokkaprjónar, þeir eru hafðir til að prjóna í hring og þegar er að ræða stærri stykki. Prjónagarnið er gert úr ýmiss konar efni. Á Íslandi prjónum við oftast úr ull af kindum sem spunnið er í þráð, einfaldlega vegna þess að það er algengasta garnið sem er í boði. En við getum líka prjónað úr innfluttu garni eins og merino ull sem er fínna og mýkri en íslenska ullin, mohair sem er gert úr angorageitinni eða angora ull sem er gert úr hárum af angorakaninunni. Ull fæst líka af öðrum dýrum, svo sem lamadýrum, kameldýrum og moskusuxum. Ullin er oft blönduð með öðrum efnum, bæði gerviefnum og náttúrulegum efnum, eins og silki sem gefur mikinn gljáa og gerviefni pólíester sem er mjög slitsterk og hendar því vel í sokka. Það sem gerir prjónaflíkur svo magnaðar er hversu teygjanlegar þær eru. Flíkur úr þéttofnu efni eins og til dæmis gallabuxur teygjast lítið sem ekkert, en prjónuð peysa getur teygst upp í 2-falda lengd. Prjónuð föt laga sig líka betur að líkamanum en ýmsar aðrar flíkur. Mín reynsla þegar ég er að hitta börn, bæði hvort sem við erum í kvíða eða með áfallastreituröskun. Hitti strák nýlega, bara ungan strák, 10 ára eða eitthvað, sem er með áfallastreituröskun. Og svo förum við í gegnum það hvað þau geta gert til að láta sig líða betur. Svona kalluð bjargráð. Það sem kom mér á óvart var að hann, strákur, sem var líka alveg með ADHD og kvíða og svona alls konar, hann sagði að hann notaði handavinnu til að róa sig og líða betur. Og svo hef ég hitt nokkrar stelpur og þær líka voru ungar, frekar ungar, og þær töluðu mitt puttaprjón. Þannig að það krakkar alveg að nota handavinnu og sérstaklega að prjóna
og kannski puttaprjón til að svona róa sig. Og myndirðu segja að það væri þá kannski tenging hugar og handar eða endurtekning? Það getur verið svona endurtekning og bara svona einmitt kannski að einbytta sér einhverju einu, nást einhver svona núvitund. Þú veist, það sé ekki, þú veist, margt í gangi, þú veist, bara svona að gera þetta einmitt og þú notar skynfærin einmitt, hendurnar, snerti skinnið. Þetta eitthvað svona verkefni sem þú sérð, skilurðu, að að mótast og eitthvað sem að vera til. Þú veist, en ekki bara, þú veist, eitthvað hugrænt, skilurðu. Prjón ævagömul tækni, svo gömul að enginn veit nákvæmlega hvar eða hvenar einhverjum datt fyrst í hug að taka tvo prjóna og nota þá til að líkja saman garð. Heimildir prjón til forna eru sárafáar, kannski vegna þess að prjón þóttu of hversdagslegt til þess að einhver nefndi að skrifa fyrirbærið. En fyrr á öldum var prjón miklu útbreiddara og algengara hjá alþýðu fólki heldur en til dæmis vefnaður. Þú þarft vefstól til að vefa og vefstólar voru dýrir. Það höfðu ekki allir efni á svoleiðis tækjum. En til að prjóna þarftu bara 2 litla pinna úr tré eða beini. Áður en prjóni kom til sögunar var til önnur tækni ekki ósvipuð sem kölluð vattarsaumur. Eins og í prjóni snýst vattarsaumur að snúa þræði í lykkjur en tæknin önnur. Vattarsaumurinn gerður með stórri nál og lykkjurnar eru oftast vafðar utan með þumalfingurinn. Þessi tækni mörg þúsund ára gömul og miklu eldri en prjónið. Það getur verið erfitt að sjá muninn af vettlingi sem vattarsaumaður og prjónuðum vettlingi, en þegar maður snertir þá sér maður að vettlingurinn sem gerður með vattarsaumi teygist engan veginn jafn mikið og prjónaði vettlingurinn. Elstu prjónuðu fötin sem hafa varðveist eru sokkar frá Egyptalandi sem voru prjónaðar á 11. öld. Það að segja fyrir 1000 árum. Prjónatæknin hefur sennilega komið fyrst fram í Norður-Afríku í arabíska menningarheiminum. Mörgum finnst það lýsandi að við prjónum frá hægri til vinstri, en einmitt þannig arabíska lesin, frá hægri til vinstri. Prjónið hefur sennilega komið til Evrópu skömmu eftir árið 1200 og elstu evrópsku prjónaflíkurnar sem við höfum gæðaföt fyrir ríkt fólk. Sokkar og vettlingar frá bændum, sjómönnum og vinnukonum hafa væntanlega verið notaðir miklu meira og ekki enst eins vel. Prjón þótti þá alveg boðlegt fyrir ríka og fína fólkið, ekki síður en alþýðuna, og á miðöldum gat prjónlistin vel tilheyrt hámenningu. Þetta sjáum við til dæmis af gömlum altaristöflum, þar sem sjálf María mey situr og prjónar föt á Jesúbarnið. Á síðmiðöldum og í endurreisninni urðu til prjónagildi eða samtök atvinnuprjónara sem þurftu sérstaka menntun og starfsleyfi til að prjóna og selja flíkur. Þessir atvinnuprjónarar voru allir karlkyns og hluti af menntun þeirra var að ferðast til annarra landa og kynnast nýjum aðferðum og mynstrum og tækni. Á endurreisnatímanum verður prjónið að hágæðavöru og til verða flennistór veggteppi og önnur listaverk sem hafa útheimt mikla þekkingu og færni. Konur gátu ekki orðið prjónameistarar en þær gátu unnið sem undirverktakar hjá prjónameisturum og fengu þá bara að sjá einföldustu verkin. Með iðnbyltingunni á 18. og 19. öld fóru vélar að taka við af handaflinu og til urðu spunavélar sem gerðu fólku mögulegt að framleiða föt hraðar og í meira magni en nokkur tíman áður. Með þessari breytingu urðu föt aðgengilegri í Evrópu og prjónið hætti að verða lífsnauðsynlegt. Fólk átti nú auðvelda með að kaupa verksmiðju framleidd föt og þurfti ekki lengur að prjóna sín föt sjálft. En í litlum sveitarsamfélögum eins og Íslandi varð breytingin ekki svo mikil. Prjónið hélt áfram að vera fyrsti valkostur fyrir þá sem þurftu að eignast ný föt. Með iðnbyltingunni verða munsturtekníkar útbreiddari og betur staðlaðar en áður. Þær birtast gjarnan í tímaritum svo að fólk þarf nú ekki lengur að þekkja einhver sem kann að prjóna til að læra að prjóna. Í staðinn getur það lært prjón upp á eigin spýtur. Þessi útbreiðsla þekkingarinnar eykst jafnt og þétt. Þegar framkemur á 20. öldina eru prjónablöð og bækur orðnar betri og nákvæmari og oft með ljósmyndum sem sýna vinnsluferlið og loka útkomuna. Fólk var alltaf betri og betri möguleika á að læra að prjóna sjálft. Og eftir 1910 farið prjónið flöt að þykja flottar en áður. Þá verða til prjónaðar hátískuflíkur, ekki síst smartar og léttar peysur sem vekja athygli.
Hollywoodstjörnur, leikarar og dansarar hika ekki við að láta ljósmynda sig í prjónuðu peysum. Á 3. áratugnum verða prjónaðar peysur algeng sjón á tískusýningum og heimsfrægir hönnuðir taka að sér að hanna prjónaflíkur. Franska tískudrottningin Coco Chanel hannaði fjölmargar prjónaðar peysur og kynnti til sögunar jersey prjónaefni til daglegrar nota. Svipað leyti fyrir að verða algengara að föt séu prjónuð úr gerviefnum í bland við ullina. Efnum eins og reyjón sem var kallað gervisilki. En prjóni var áfram notað í hversdagsleg föt. Þegar fyrri heimsstyrjöldin stóð yfir fór fjöldi karlmanna í Evrópu út á vígstöðvarnar að berjast. Þeir sem heima sátu þurftu að halda hinu daglega lífi gangandi og það var algengt að stjórnvöld bæðu fólkum að styrkja hermenninu og senda þeim alls konar hluti sem gætu komið að gagni. Það var algengt að fólkið heima tæki að sér að prjóna föt og senda þau á vígstöðvarnar. Sokka, trefla, húur og vettlinga. Þannig gátu óbreyttir borgarar, karlar og konur, nota prjónalistina til að gera gagn fyrir föðurlandi. Í seinni heimsstyrjöldinni var vöruskortur stórt vandamál og þá átti fólk nóg með að útvega föt handa sjálfu sér. Í því ástandi var algengt að prjóna uppskriftir færi að snúast að gera mikið úr litlu. Gera fólki kleift að búa til notaði föt úr litlu garni. Eftir seinna stríð verða lífskjör fólks betri í flestum löndum Evrópu og Norður-Ameríku og þá færist prjónið frá því að draga fram lífið yfir í að vera skemmtilegt hobby. Prjónaauglýsingar frá 7. og 7. áratugnum eru oft í þessum dúr. Þær sýna prjónið sem eitthvað dundurhrest og poppað viðfangsefni fyrir millistéttafólk. Á þessum tíma urðu hringprjónar ódýrari, algengari og betri en áður því nú var hægt að framleiða hringprjóna úr næloni og öðrum gerviefnum sem voru slitsterkari og þægilegri en það sem áður hafði þekkst. Og eftir 1970 færist prjónið síðan smám saman inn í skuggan, dettur úr tísku og verður púkó. Íslenskar lopapeysur hefðu verið vinsæl útflutningsvara á 7. áratugnum en á 8. áratugnum datt áhuginn niður og útflutningurinn minnkaði. Prjónaverksmiðjur voru starfræktar víða land en nú hafa flestar þeirra lagst af og eru örfáar starfandi nú. Það var ekki fyrr en og eftir 2000 sem prjóni komst aftur í tísku og mikil handverksbylgja hófst víða heim þökk sé internetinu meðal annars. Með internetinu urðu til nýjir möguleikar fyrir fólk að deila munsturtekningum og prjónauppskriftum, skiptast á hugmyndum og læra prjónatækni. Árið 2007 var til sérstakur samfélagsmiðill tileinkaður handverki en það er ravelry.com. Þar sem fólk skiptist á hugmyndum, varðandi prjón, heklvefnað og fleira. Eftir að Instagram kom til sögunar komu fram prjónahönnuðir sem hafa náð miklum vinsældum og orðið eins konar einsmanns tískumerki. Með vaxandi áhuga fólks á umhverfisvernd og loftslagsmálum síðustu árin hefur prjóni líka öðlast nýjar vinsældir sem valkostu fyrir þá sem vilja eignast langlíf og umhverfisvæn föt í staðinn fyrir að treysta á skynditísku og stórar tískukeðjur sem flestar hafa mikinn umhverfissóðaskap á samviskunni. Ein frægasta prjónafígúra landsins er Miðgarðsormurinn sem býr í menntaskólanum við Hamrahlíð. En ótal nemendur skólans hafa lagt sitt af mörgum við að prjóna hann. Miðgarðsormurinn, veistu hvað hann er langur? Sko, mér langar að giska að sé svona tæpi 70 metrar. Vá, já. Hann var mældur seinast 2007. Ok. Þá var hann 64. Og það má kannski ekki ráð fyrir að eiginlega allir nemendur skólans hafi allavega komið við hann, þótt þeir hafa ekki prjónað. Já, algjörlega, ég menn þetta er ormur sem hefur fylgt skólanum bara alla sína tíðnastigi, sko. Já. Ég held svona, sirka þetta hafi byrjað í kringum 85 og þá voru bara einhver sem tóku sig saman og byrjaði að prjóna. Og hann er hefur bara verið í veislu síðan, sko. Það er alltaf prjónar á, orminum, þannig að það er alltaf hver sem getur komið og bætt aðeins við smá. En hann er lukkudýr og svona, og þið treystið svolítið á hann. Heldur betur, það hlýtur að vera eitthvað svolítið svona, eitthvað smá kraftur í honum, sko. Örugglega. Mikil saga allavega. Og sál, já. Og líka bara svona skemmtilegt að fólk er búið að prjóna, þú veist, eins og ártöl og bara nöfnin sín,
Einmitt. Ég veit til þess að það var vinahópur sem að einmitt prjónaði öll nöfnin á þeir sem voru í vinahópnum og svo prjónaði saman hverju voru saman. Ok. Og þetta var allt bara eitthvað í menntaskóla og þau eru löngu útskrifuð núna bara fullari fólk og börn í skólanum í dag, skilur við. Já. Það er ótrúlega rómantískt líka. Já. Hann örugglega veit svolítið mikið öll leyndarmálin. Já, ég held það sko. Mér finnst þetta allavega heillandi, að hafa eitthvað svona risa prjóna fígúru hérna hangandi næstum í 70 metrar. Þú veist, þetta er alveg, það er ekkert, ég held að það sé bara engin annar skóli með þetta á öllu landinu.